Góðan daginn og velkomin. Ég heiti Linda og ég ætla að fara í ræktun og kynbætur á holdagripum. Hvað eru kynbætur? Kynbætur eru notkun kynbótaaðferða, svo sem vísindalegt val gripa, til að rækta stofn með tilliti til eftirsóttra eiginleika. Við erum að kynbæta, til dæmis þegar við erum að sæða, þá erum við að nýta þessa eftirsóttu eiginleika hjá því úrvali sem við höfum ákveðið að nota til sæðinga og kynbæta með því að nota þeirra sæði í okkar hjörð. Við erum að kynbæta með vali á ræktunargripum. Þá erum við að velja eitthvert úrval sem við ætlum að koma áfram í hjörðinni með einhverja eftirsótta eiginleika. En hverjir eru þessir eftirsóttu eiginleikar? Jú, það eru í rauninni við sem að ákveðum það. Það eru við sem að ákveðum fyrir okkar eigin hjörð og síðan heildargreinin sem að ákveður fyrir eftirsótta eiginleika í greininni sjálfri. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á hvaða í rauninni eiginleikar eru eftirsóttir og eins og staðan er núna hefur áhrif á fallþungi og hvað við erum að leitast eftir í kjöti hefur mjög mikið áhrif á þessa eftirsóttu eiginleika. En þessir eftirsóttu eiginleikar í rauninni styðja síðan að heildarmarkmiðinu sem er að fá betri flokkun og betri gripi. En vaxtarhraðinn hefur verið núna svona efsta baugi hvað er eftirsóttur eiginleiki. Með vaxtarhraðinum þá náum við auðvitað að koma gripum fyrir í sláturhús með sama vöðvamassa eða vöðvafyllingu. Þannig að vöðvafylling eða svona kannski holdafylling og vaxtarhraði hefur verið hvað mest í umræðinni núna. Það eru hins vegar margir þættir sem að geta verið eftirsóttir og margir þættir sem að spila saman og hafa áhrif á hvort annað. Mæðraeiginleikar til dæmis hafa áhrif á vaxtarhraða. Mjólkurlægni mæðra hefur áhrif á vaxtarhraða. Fyrstu 100 til 120 dagana í lífi kálfs er hann að setja línurnar fyrir sína ævi í vaxtarhraða. Það hversu vel móðir í rauninni mjólkar hefur áhrif á hvernig vaxtarhraðinn mun líta út restina af ævinni. Þess vegna skiptir mjólkurlægni mæðra gríðarlega miklu máli. Umönnun kálfa skiptir líka máli vegna þess að ef við erum með kálfa sem að flækjast undan eða komast ekki á spena eða það er ekki verið að sinna þeim og bóndinn þarf að grípa inn í og gefa þeim eða jafnvel koma þeim á fóstru, að það eru ekki góðar nautsmæður og hafa þannig áhrif á að það er meiri kostnaður við búið í mjólkurduftið annað en líka einnig bara við svona í rauninni tap á vaxtarhraða sem hefði geta orðið. Skapferli, það er eitt af eftirsóttum eiginleikum en það er ég hefur mikið að segja þegar við erum að tala öryggi bænda og öryggi umönnunar aðila í rauninni. Það að vera með svona skapstóran hóp hefur, það hefur áhrif á hvernig maður vinnur í húsinu. Það er ekki auðvelt að vinna með skapstóra hjörð og færa á milli og í rauninni nálgast gripinn til þess að hjálpa þó að maður sé ekki að reyna að gera neitt nema gott sko. Þannig að skapferli hefur mikið að segja og það erfist alveg á milli. Lífsþróttur kálfa, ég ákvað að setja þetta líka vegna þess að ef við eigum síðan þessar nautsmæður sem að eiga erfitt með umönnun kálfanna, að þá getur lífsþrótturinn í rauninni verið svolítið verkfæri fyrir þessa kálfa. Þeir eiga ekki rosalega mömmulegar nautsmæður
að heldur þurfa að vera standa svolítið á einn fótum og þá skiptir lífsþrótturinn miklu máli. Hversu fljótur hann að koma sér á lappir, hversu duglegur hann í að leita sér að spena, þú veist, alls konar svona. Stærð og þyngd kálfa, þetta hefur náttúrulega mikið að segja þegar við erum að tala burðarhjálpina og það alltaf leiðilegt þegar að maður sér stóran eða bara einhvern hluta af kálfanum fara í rauninni vegna stærðar eða þyngdar burðarerfiðleika og þetta eitthvað sem við getum stjórna. Jú, auðvitað hefur stærð kálfa við burð ákveðna svona vísbendingum að kálfarnir verður stór en við verðum líka að gæta að kúnum, þær eru náttúrulega undirstaðan. En stærð og þyngd kálfa eitthvað sem við þurfum að fylgjast með. Hinum megin setti ég svo bara svona auka eiginleika, þú veist, byggingar eiginleikar, hvernig fótstaðan, hvernig heldur gripurinn á þessum vöðvamassa og hvernig beina byggingin og já, svona hvernig gripurinn álítandi og svona ber sig og bara almenn heilsa, klaufheilsa nefndi ég sérstaklega og fótaheilbrigði veit ég mikið pælt í úti en svona almennt heilbrigði líka. Ég setti líka inn eistnapælingar. Eistnastærð hefur náttúrulega áhrif á frjósemi dætra og þéttleiki eista eitthvað sem mjög mikið notað í bæði úti og í hrossunum eða stóðhestunum. Þannig að þetta eitthvað sem við getum vel komið yfir á okkar búgrein. Þannig að það ýmislegt að hugsa að. En hvernig í rauninni, hvernig getum við fylgst með þessum eiginleikum? Hvernig getum við fylgst með þróuninni? Hvernig getum við séð hvort í rauninni við séum að bæta okkar hjörð eða í rauninni hvernig sjáum við hvort að stofnin eða greinin holdagriparækt í heild sinni sé að þróast. Og það bara með bókhaldi. Ef við skráum niður í 5 til 10 ár alltaf vöðvafyllingu og sjáum að þetta naut sem var sett á fyrir 10 árum var rosalega sterkur í framparst en ekki svo mikið afturpart og veljum síðan eftir því bara alltaf eftir afturpartinum. Þá getum við séð hvernig heildarhjörðin hefur þróast í að stækka afturpartin. Og sama má þú veist, segja skapferlið og mjólkurlægnin og þú veist, já, þetta spilar allt inn í svona yfirsýnina yfir hjörðina. Þetta auðveldar líka val á ræktunargripum en þegar þú ert búin að vera að fylgjast með nauti frá því að fæðist og alveg þangað til að verður kannski 1 ás eða 1,5 ás eftir því hvenær við veljum þarfanautin. Að þá geturðu fylgst með í rauninni, þú getur tekið niður fæðingarþunga og lífsþrótt við burð og síðan fráfæri þunga og vaxtarhraðan þar á milli, skapferli móður, vaxtarhraða föður, flokkun föður, flokkun systkina, alls konar hlutir. Ef að bókhaldið yfirgripsmikið og allir eiginleikar eru teknir með, að þá auðveldar þetta val á ræktunargripum mjög mikið. Þetta sparar fjármagn í uppeldi á ónýtanlegum gripum og þetta ég aðeins að tala kannski meira kvígurnar heldur en nautin vegna þess að það tekur rosalega mikið fjármagn að ala allar kvígur upp eins og þær séu að verða nautsmæður. Það kannski í rauninni ættu við að sigta þeir út á einhverjum tíma þar sem að fóðrið að fara að verða of mikið eða kostnaðurinn við uppeldið orðið það mikill að kannski ættu bara að fara í slátrun eða í sláturhóp og ala til slátrunar. Þannig að þú veist, það ýmsir vinklar svona hvernig væri hægt að nýta þetta bókhald
eða þessa þróun og þessa ætternistölur og allt þetta í að spara fjármagn. Svo náttúrulega heldur þetta utan þróun á kynbótum í stofninum í heild sinni. Þá sjáum við að núna allir angúsirnar að koma inn, þeir dreifast svona mismikið landið en við sjáum að í heildarstofnuninni flokkunin að hækka. Við erum kannski að fá miklu meiri lærfyllingar heldur en á hinum gripunum. Við erum kannski að fá meiri meiri mæður eða þú veist, við getum séð hvernig þessar kynbætur í rauninni þróa stofninn í heild sinni. Þá kem ég í rauninni að kynbóta markmiði eða ræktunarmarkmiði. Að það er tæki eða hvað er í rauninni ræktunarmarkmið? Það er þetta tæki sem við getum notað til þess að fylgjast með þróun og setja okkur viðmið hverju við erum að sækjast eftir í rauninni gripunum sem við erum að búa til. Hvað er það sem við erum að gera? Hvert erum við að fara? Hvert er stefnan? Ætlum við að framleiða R-gripi? Ætlum við að framleiða markmiði E og U-gripir? Hversu mikið á að fara í þessa flokka? Hvernig ætlum við að gera það? Einhverju aðrir þættir sem hafa áhrif, kannski ekki bara holdfyllingaflokkarnir? Þarf líka að hugsa fituna. Og í ræktunarmarkmiði í rauninni bara markmið það sem stuðst við þróunina á stofninum. Þarf að fylgjast með þróuninni á stofninum, hvort sem það með tilliti til holdafyllingar eða eitthvað þessum eiginleikum sem við ræddum áðan, að þarf að skoða þróunina. Og þá er þetta ákveðin stefna í ræktun sem við erum að taka. Þetta tekur sem sagt miða, eins og ég sagði, tekur miða eftirsóttum eiginleikum. Þetta skiptist í almennt ræktunarmarkmið og síðan ítarlegri ræktunarmarkmið fyrir hvern og einn eiginleika. Þannig að við getum haft almennt ræktunarmarkmið, við ætlum að vera með þétta og bollanga bola og hóflega fitu og við ætlum að fara með 60% í E og Ö eða eitthvað svoleiðis. Það getur verið svona almennt ræktunarmarkmið. En ítarlegu ræktunarmarkmiðin gæti verið til dæmis við ætlum að rækta mjólkurlagnar nautsmæður, þróttafulla kálfa og heilbrigða gripi og holdfyllta gripi eða eitthvað sko. Þannig að eftir því í rauninni hvað við sem greinin í heild sinni köllum eftirsótta eiginleika. Og ég setti inn sem svona bara svona til þess að líta aðeins til sauðfjárræktarinnar vegna þess að þeir hafa gert mjög mikið gott í sauðfjárræktinni. Þeir eru með þetta ræktunarmarkmið að stefnt skal að því að rækta þétt holda og bollangt fé og nær allir innlagðir dilkar fara í holdarfyllingaflokk R eða betri og þar er 60% í E og U. Við vitum alveg að það er ekki þannig, að þetta er markmiðið. Og markmiðið er það sem að flestir reyna að stefna að og þeir stefna allir þangað. Og þeir eru með alls konar í rauninni lambadómana, ómælingar og vöðva afkvæmarannsóknir til þess að í rauninni komast nær þessu ræktunarmarkmiði. Og þá er í rauninni hægt að vinna eftir ræktunarmarkmiðinu og búa til í rauninni skala og dóma og svoleiðis í kringum ræktunarmarkmið til þess að í rauninni stuðla að því að við séum að stefna einhvert. En þetta lítur nú alveg út eins og eitthvað sem að gæti verið fyrir holdagripi að holda allir innlagðir nautgripir fari í holdafyllingaflokku eða þú veist, þið veitir hvað ég meina. En svo er spurningin. Þurfum við ræktunarmarkmið eða þurfum við stefnu? Erum við kannski ennþá
svo lítil eða þú veist, eru fáir bændur eða eru of fáir gripir eða er þetta búgrein? Er þetta sérbúgrein? Hvernig þá skilgreina okkur? Ef að við ætlum að halda áfram að þróast í einhverja aðra átt heldur en mjólkurframleiðslan eða vera hliðarbúgrein frá mjólkurframleiðslunni eða eitthvað svoleiðis. Ef við ætlum að vera með eitthvað sér kynbótamat og fara að ómæla vöðva og hafa nautadóma og vera með mikla þróun í þessu að þá allavega held ég og tel ég að bæði ræktunarmarkmið og að skilgreina okkur sem búgrein og vera með einhverja ákveðna stefnu að þá held ég að það sé akkurat málið sem við þurfum að gera. En svo er spurningin, er fjöldinn ennþá lítill og er vilji til þess og erum við nógu mörg til þess að standa undir því líka? Af því að, já. Þannig að þetta eru spurningarnar sem ég skil þig eftir með í þessum fyrirlestri. Ég þakka þér bara fyrir.